Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV, minnst umdeilda TV í heiminum. Hér eru allir sammála allt sem ég segi og ég hef alltaf rétt fyrir mér. Og það er alltaf smá delay, ég þarf að tjekka á því hvort útsendingin gerist ekki örugglega. Það er breytir tæknitímar. En það er búið að vera svolítið partí í gangi í heiminum. Það eru eru tímar læknisfræðilegra herlaga. Skál fyrir því. Og já, með segja mér ef að soundið er í lagi. Hljóð og mynd. Ég reyndar að sé myndina mér. Ég er alltaf hjá Bluetooth. Alltaf það breytist ekki neitt. En kannski gaman fyrir ykkur að vita að ég var hjá góða fólkinu, góða fólkið í þætti númer 29. Þetta er í Podtail. Líka þið setið bara góða fólkið inn á Google, þá finnur hann þetta fyrir ykkur. Og ég er í þessu 29, loksins nýr þáttur. Þar er ég í smá viðtali, heyrist reyndar ekki vel í mér í upphafi svona. En þeir sem að horfðu á mig síðast þá vil ég benda ykkur á náttúrulega að læka og gera allar hundakúnstir. Þetta er reyndar að þetta er mitt vídeó, þá kemur svolítið öðruvísi Ég ætla að benda ykkur á að undir vídeónum þá siti oft heimildirnar undir. Þannig að getið þið fundið linka sem að ég er að bladra Og síðan getið þið styrkt kallinn með inn á íslenska banka eða PayPal. Er eitthvað svona dót sem ég er að selja. Ég verð nú að bæta þess við já. Og allt svoleiðis. Svo náttúrulega fair use notice, gott í þessu vídeói. Og þið vitið að þessu herra YouTube, að þetta er allt saman bara í lærdómsskyni. En fólk er svona svolítið hvumsa yfir skoðunum mínum á vírusum. Að ég er þeirra skoðunar að vírusar séu hoax, þeir séu ekki til. Og það er, skal ég segja ykkur, fleiri sem eru á þessari skoðun, töluvert fleiri. Og það sem að við höfum í dag, læknavísindi sem við situm uppi með, ég er á því að við höfum ekki valið okkur þetta. Hún byggir á því sem heitir germ theory. Og þessi sértrúa söfnuður sem að þykist vera allt annað en trúfélag, sem að eru þessir háskólar og valdstjórnin og hvað þú vilt nú kalla alla þessa fugla. Þeir byggja voða mikið á svona theory. Og þeir, af því það er ekki hægt að sanna það sem þeir segja,
þá segja þeir að því að þeir leggja fram þeóri þá sé það vísindalega sannað og síðan operera þeir bara út frá þeóri. En náttúrulega þeir sem eru með einhverja smá heilbrigða skynsemi í kollinum, þeir átta sig strax á því að þetta er bara vitleysa. Þetta eru bara svona, þetta er bara einhver svona, þetta er svona, í raun er þetta trúarbrögð, sko. Ef að ég myndi til dæmis segja við þetta fólk, já, sand er ok, takk fyrir það. Ég held að pilsnir hafi verið fundin upp á himnum, allavega í einhverju góðu klaustri. Og skal ég segja ykkur, ég sem sagt trú ekki þessari kenningu. Og ég tel þessa kenningu algjöra vitleysu. Og til þess að skilja heilbrigði manneskjunnar eða lífvera, þá þarftu bara að skilja þrennt: næringu, eitur og rafsegulbylgjur. Og til þess að átta sig á því ástandi sem við erum í núna, nú er mann að segja, trúir ekki á vírusu, akkur allir að veikjast og drepast og bla 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 bla. Og þá segi ég að það er næring, ég sýn ykkur það smá meiri vídeó, síður. Það er sem sagt næring og þar er Codex Alimentarius. Hann er sérstaklega búinn til af Sameinuðu þjóðunum til þess að draga úr, þeir þykjast alltaf vera að gera alltaf að hjálpa, en það er ekki þannig. Þeir vilja stjórna öllum mat sem að þú velur að borða. Og þetta sem að er í súpermarkaðinu hjá þér er meira og minna drasl, sko. Meira og minna bara búið að taka úr því allt, alla næringu. Og þar með skiljum við næringarhlutan, að það er markvisst verið að draga úr næringu fólks. Það er fólk bara að fara að geta af nammibarnum og einhver svona kemikal drykki, sko, kemikal ávextadrykki. Fólk drekkur enga ávexti lengur. Og svo til þess að skilja eitur, þá þarftu ekki annað en að fletta upp Monsanto og þá sérðu hvernig bændur líta út í þetta. Þetta er bóndi, sko. Þetta er sjáðu. Þetta er maturinn þinn, sko. Að þetta er orðið bara kemikal drullumall, flugvél með svona condensation með vatnsgufu aftan úr sér. Að þetta er maturinn, sko, alveg gjörsamlega baneitraður. Og þetta korn og ávextir og allt svona er bara spreyjað kortráðinu hendi í umbúður og sendið þín, sko. Þannig að hérna er eitur. Og til þess að skilja rafsegulbylgjur, þá ertu með 5G. Og vandamálið með 5G, hugsanlega, ég hef heyrt því fleygt fram að 5G keyrir á svo hárri tíðni að það sé ekki mjög gott, sko. Þeir keyra á, þeir keyra á 60 megahertzum. Og þannig að ímyndið ykkur það, þið eruð, og hérna er Bayern, já, þetta er fyrirtæki sem var í Monsanto og Bayern, þetta eru fremstu aðilar í eiturefna, í hernaðarskyni. Og til dæmis
Sko fyrir mér er svolítið eins og fólk sé bara flutt inn í svona örbylgjuofn og fólk er bara flutt inn í einhvers konar örbylgjuofn og borðar bara mat þar sem búið er að taka allt að viti úr. Það er búið að taka úr allt heilbrigði úr matnum sko. Og það er verið að spreyja matinn svona með bara svæsnasta eitri heims. Og svo er chemtrails sem eru nú svo heimskir ennþá að þeir trú ekki á. Þetta er allt saman eðlilegt sko. Þetta er bara svona vaskufur, sjáðu. Og þetta er ekkert að þessu skilur. Þetta er bara eðlilegt allt. Og síðan er og svo er þungmálmur af hverju ég hef rangt fyrir mér, það er gott að vita það. Og síðan í þessum bóluefnum þá er merkúrí notað sem er þungmálmur. Og svo bustar tennurnar 10 sinnum á dag með flúoræd sem er þungmálmur líka og eiturefni. Þannig að ef ég reyni svona aðeins að draga þetta saman, ég ætla að fá þennan glugga bara inn. Að sko, ef þú fer að reyna að draga þetta svo aðeins saman, þessi kemur aðeins seinna, að segja sagt að ég trú ekki á þessa germalógíu og allavega ekki víruslutanum að því. Og já, þessi ákoma aðeins að seinna. Codex Alimentarius, þar sem að næringarefnin eru skipulega tekin út úr matvælum. Þessi kemur aðeins seinna líka. Allt eru gleymar. Og svo er Monsanto sem er eiturvæðir matvæleinaðinn. Og genst Monsanto. Þau eru alveg á móti. Já, þetta var nú ekki alveg byrjum við. Hérna er þess að hveiti, kannist við glútenofnæmi. Það er allt saman út af þessum eiturnotkun sko. Svo er þetta með gróðurhúsin, þar sem að CO2 er dælt inn til þess að auka ræktunina. Þannig að þetta eru bara svona mjög einföld konsept sem að flestir ætti að skilja. En flestir virðast ekki eins og skilja þessi einföldu konsept. Þeir verða bara reiðir út í mig og bara lýsa mig sem geðveikan fábjána. Sem getur reyndar alveg verið rétt, ég skal ekkert rökræða það. En mér finnst athyglivert að orðið vírus þýðir venom eða eitur. Og venom er úr venom er sem sagt svona tengt snákum, setur bara venom. Sjá. Það er allt svona í þessum stíl sko, venom. Og ef við setjum inn
World Health Organization sem er að stýra þessum aðgerðum núna, að þá er snákur í lógóinu þeirra. Sem í sjálfum sér væri ekkert merkilegt per se nema ef við vitum að vírus þýðir Venom. Og ef við förum svona að setja þessa punkta kannski saman, þá förum við kannski að átta okkur á því hvernig þetta kemur allt heim og saman. En ég var nú búinn að segja ykkur það að það er ekki til nein alvöru mynd af vírusum. Þetta er allt saman CGI, sko. Coronavirus. Þetta er allt saman tölvutekningar. Ekkert af þessum myndum er raunverulegar. Ekki einu sinni þessar. Það er ekki til ein einasta raunveruleg mynd af vírus. Það er bara til tölvutekningar og svona einhverjar listrænar útgáfur af þessu. Og sama er í hináttina, ef við fyrir að skoða Galaxy myndir. Þetta er allt saman tölvugrafík. Ekki ein einasta mynd af þessu tagi er raunveruleg. Hins vegar ef þið farið að skoða það sem að menn eru bara að taka með Nikonunum sínum, sko, að þá eru þessar myndir raunverulegar. Og með hvernig jörðin á að snúast, þá er þessi mynd er ofsalega skrítin, þessar myndir. Og það er nú eitt sem bara svona almennar myndavélar hafa svolítið breytt er heimsmynd manna sem eru með heilan virkan, sko, sem eru mjög fáir. Og mín kenning þetta hér er ship trail glowing. Það er kíkið á skipaslóðir, sko. Þær skilja oft eftir sig svona trail, sjáðu. Og fræg mynd, þið sjáu það nú í Apollo Apollo 13 var ekki í myndinni. Og þá talaði hann það að hann lenti á hvað heita að það kemur fram í það kemur fram í þessari Apollo 13. Hann sagði eitthvað að ljósin á skipinu bílaði var eitthvað svona. Og þá hefði hann notað, sko, trailið aftan úr skipinu til þess að lenda. Og Deep Sea Lights Animals. Að þetta er, sko, þetta er shipping trail. Að ef að þið horfið á, nú er aðeins komin út fyrir vírusþemað, sko, það er fullt af svona þörungum sem að gefa frá sér ljós, ekki veit ekki hvort þessi er raunverulegur. Ég trúi, maður náttúrulega trúir orðið engu, sko. Það getur verið ákveðið vandamál. En það er athyglivert, sko, að skoða bæði það stóra og það smáa. Þessi svolítið. Sjáðu.
Þetta er bæði með þessar stjörnur og þetta. Að sko, eins og segir í Biblíunni, vött fyrir ofan og vött fyrir neðan, sko. Þá er ég ekkert frá því að þetta séu í raun einhverju svona þörungarlífverur eða eitthvað svoleiðis. En þetta er náttúrulega bara þeóri og ef eitthvað trúir henni þá er hún staðreind væntanlega. Hérna sjáum við þessi skipatrailerar sem að lýsast upp. Að hérna þetta er alveg virðist vera til. Ég hef svolítið tilhneigingu til þess að treysta kannski bara því sem að menn taka svona bara á imbamatikinni á sér. En hérna hvað er þetta kallað? Já, hérna er nú komið eitthvað flott nafn. Að hérna sko ég man nú bara eftir því sko, ég finn nú ekki myndaði núna alveg í augnablikinu. Ég man bara eftir því einhvern veginn að sá ég svona náttúrulífsmynd og þá voru þeir að taka myndir upp sko, fóru þeir rosalega langt niður, svo tóku þeir myndir upp og þá leita bara svipað út eins og næturhiminninn sko, leit bara svolítið svona út. Og hérna þannig að sko það er allt í raun lygi, allt. Og hérna bara loka þessu, ég held ég búin að ræða þetta. Þannig er læknunum þínir, mynda læknunum þínum, flúorið og hérna þungmálmann er í. Þau munið eftir að ég talaði síðast, Andrew Wakefield, hann var slátrað því hann fór að pæla í þessum uppsöfnuðu eiturefnum sko. Og hérna sko, það sem að gerist með þessum eiturefnum og öllu þessum sprayi og öllu þessum, og reyndar eitt atriði enn í sambandi við sprayi sko, þessar alumíniumflugur, nanoalumínium og stradíum og allt það. Og ég byrja ekki bara sýnt ykkur hérna, aerosol patent, það er til patent fyrir þessu aerosol, Google patent, aerosol spray devices, og það er hérna patent sem er til, liquefied gas propellant, propellators eru hérna í hérna hreyflunum sko, eins og ég hef sagt. Og hérna þannig að það er alveg vitað hvernig þetta er gert og það er alveg hellingur af vitni sem hafa komið fram og það sem að þetta hefur áhrif á líka er sólarljósið. Að hérna þetta leggst yfir íþerinn, það myndar lag á íþernum og það er svo merkilegt að menn er að tala sko í heitulöndunum, það sem er mikil sól, þar kemur ekki flensa og
flensan er ekki eins sterk þar sem sólin er mikil. Þannig að þetta chemtrail er líka að blokkera sólargeisla, sem að þýðir að við erum öll miklu viðkvæmari fyrir flensunni sem gengur bara alltaf nokkru sem ári, það er bara rútín alltaf. Og samkvæmt germ theory, samkvæmt þessna er alltaf að tala sko, þeir líta alltaf á pestina eða flensuna, þeir líta á það sem innrás inn í líkamann frá einhverjum hersveitum vírúsanna eitthvað, það er eitthvað svona vondir vírusar sem að ákveða eða germar eða bakteríur eða eitthvað svona vondir germarar sem að germans það er eitthvað svona vondir svona ormar sem að er að ráðast á því sko. En í raun er miklu líklegra að þegar þú ert að fá flensun og fleira slíkt, að þá er líkaminn bara einfaldlega að aðlagast nýjum aðstæðum. Og þess vegna gerist það mikið svona við þú veist, á vorin og haustin og svona við ákveðin tímabil á hitaferlinu, þá virðist líkaminn bara hreinlega vera að hreinsa út, veist, þannig að þetta er bara svona hreinsivinna sko, og er að undirbúa sig undir næsta tímabil. Og þetta er bara hluti af náttúrulegum bylgjum líkamanns. Og ég tel að þeir sem að eru í þessum bransa, að þetta er einhver 50 til 80 billjón dollarar á ári sem er vaxið jafnt og þétt undanfarin ár í þessum vírusabransa, og að þetta er komið í einhverjar ég segi kannski, ég hef ekki síðan nákvæmlega sko, ég hef heyrt 85 billjón dollara, ég fann 59 þegar ég var að leita heimildum, og og við segjum að þetta sé svona 70 billjón dollara bransi á ári pluss mínus 10-20, og það er eftirtektarvert að í lögum sem voru sett núna í flýti og hlaupum og Trump skrifaði bara strax undir, það voru bara settir 8,3 billjónum dollara í þessa mafíu sko. Og það er að sama á Íslandi, það er gríðarlega peningar settir í þennan bransa, og Kári Stefánsson til dæmis fékk bara einhverja greiningar og eitthvað slíkt bara án útboðs eða nokkru sko, hann er bara eitthvað svona buddy með ríkisstjórninni, að nota skattpeningarna þína í einhver test til þess að skoða ímyndunarveiki sko, þetta er allt bara ímyndun og vitleysa. Og svo komu fréttir frá Danmörku að einn látinn sko, þá var það eitthvað nýræður kall sko, eða eitthvað nýræður einstaklingur sem að það var alveg megalasinn og hefði sennilega ekki lifað flensuna sko. Og það er bara blásið upp, bara einn í Danmörku hefur látið lífið, og bara búið að loka öllum landamærum og allt setti bara, öllu skellt í lás bara. Og ég ætla að spila áhugavert vídeó fyrir ykkur á event 201 event 201, og þetta er æfing sem var, og þið veitir það, í 9.11 voru tugir af æfingum í gangi sem að voru að æfa það sama og var að gerast í London. 7-7 æfing. Óli Demmingard er snillingur þessu, þannig að alltaf þegar verið þessi fölsku fánar, Allahu Akbar fánarnir, þá alltaf verið æfingar sama efni á nákvæmlega sama stað, og og það er svolítið skrítið að þessir atburðir er alveg hættir núna með að fara inn í eitthvað kaffihús og skjóta allt í tætlur og sprengja þá strætó eða flugunni byggingar og allt þetta virðist allt vera bara búið sko.
og það finnst mér svolítið grunsamlegt sko. En núna erum við komið þá í staðinn með þessa vitleysu. Þetta var æfing hérna í september, október held ég. Og og ég sýndi ykkur síðast held ég hverjir eiga þetta sko. Þetta er raun sömu aðilar og eru mikið hérna sko. Þetta Davos lið og allt þetta sama pakk alltaf. Gates Foundation, Noregur, þessi lönd hérna. Og European, allt sama pakkið sko. Þið sjá þetta lið saman alltaf aftur og aftur. Og það er mjög athyglivert að hlusta á þetta vídeó hjá þeim. Aðeins bara, okay, for YouTube, this is for educational use. And I'm talking about the content of this highlight reel here. So this should not be a problem. En hlustum aðeins á þetta. Þetta er svolítið athyglivert. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Þetta eru þau sem sagt í september, þá eru þau að, ég ætla nú ekki að spila þetta alveg, YouTuber alveg brálaði að spila á mikið sko. En þið sjáu svona, þetta er bara svona að sjá aðeins inn í hugarheim þessara fólks. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. Það er sem sagt, fólk fékk sem sagt einkenni, bara eins og flensuna eða lungnabólgu. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects. Þetta er allt saman CGI. Og ef þið fylgist með núna fréttunum með CGI, það var sko þvílíkt, þú veist, það var 200 greindir í einhverju landi og 3 veikir eða eitthvað svona skilur. Það var bara allt rautt, landi bara lita rautt út af 3 eða eitthvað. Eða 300 í margmiljón íbúa löndum sko. People everywhere. Svo The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with a rise exponentially. In 3 months, we could be approaching. Be difficult. Allocate. Athyglivert síðan að sjá hverjir eru á þessum fundi. Johns Hopkins University. Þessi er frá Johnson & Johnson. Hérna snirtivörurnar. Affected countries will be critical. I think the second and middle income Þessi er frá UN Foundation. Eitthvað sem UN svikamilum. Þessi er frá Gates Foundation. Among supply chain Þetta er providers UPS, or businesses that have huge supply chains. And co-opt an existing Hérna er supply chain. ANC bankagrúpan. Þessi er rosalegur. Þessi er frá US CDC og þið veit að CDC er mest eru eiginlega bara svona einkaleyfist fyrirtæki sem á einkaleyfi á alls konar vírusum sko. Og síðan er eitt sem ég tók nú ekki eftir strax. Það er þessi gaur hérna. Þessi gaur er frá CDC China. Most of this production would already be committed in contracts. Yes. It is almost unheard of that people are producing product without having a forward commitment for the consumption of that product. So the first thing needs to be cancelled. A ripple effect is racing through the service sector. CNN, CNN eitthvað þetta er. Public health agencies have issued travel. Þetta er Sviss, þetta er bara states, þessi fréttaskot eru ekki raunverulega, þeir eru svo sem ekki að halda því fram að þessi raunverulega, þetta er bara svona hluta af æfingunni. Advisories, while some countries have banned travel from the worst affected areas. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45% and many flights have. How should national leaders, businesses, and international organizations balance the risk of worsening disease? that can do all of this.
then I worry we're suffering from Þessi a var í delusional World disorder Bank. on the power, the public time. We need to think After about Gates, hann hefur specificity, rosa mikið að commodities segja. are, where Gates-skurinn. this needs to Trending in a dangerous direction, and something needs to change. Eitthvað þarf að breyta. So the policy question for this board now is how should Growing financial global resources be financial prioritized? crisis. Are there nodes that we cannot allow to fail? What is your sense? So where's the money? So, right, you need the money. Pay for all of these urgent problems. So at the moment, we want the funds, right? You need the money. China so where's the money? CDC, sjáðu. So government can supply some money. A lot of, private sectors, some are sitting here, you have some money. But now you need a really coordinated, centralized efforts. Hotels will be experiencing, crippling losses. Hótelin þarna. And we know that the hotel Panic. How much control of information should Information circulating Very quickly. Hérna er Countries are ritskoðun. reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdown. Í New York til dæmis, hluta af þessum neyðarlögum og þessu ruglu öllu saman, og þá var þess að sagt það að tjá sig eitthvað þetta og hafa aðra skoðanir heldur en viðurkennda ríkiskoðanir er fangelsisvist, sko. Og þetta er svona svipað á guðlastslög, sko. Þeir sem að trú ekki vitleysvinni, sko, þeir eru glæpamenn. Are being implemented to quell panic. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated so that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They, in fact, have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone, of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. Tæknilegt svar sem sagt, stöðva útsendingar eins og mína og þess að við sjáum alls það er komin eitthvað svona fáránlega leiðréttingar inn á alla samfélagsmiðlana sem eru að leiðrétta eitthvað sem menn er bara að segja að þetta er bara mín skoðun, það kemur bara leiðrétting, þetta er bara fake news eða eitthvað, þeir eru að tala þetta, sko, og ritskoða allt. Og ef þú ert ekki bara að spila eftir þeirra trú, þá ertu syndari og átt að fara í fangelsi eða brenna á báli eða eitthvað. En hérna er þessar tölur, hérna biði. The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable, but then... Ég geti hlusta á þessu kellingi, en handleggja hlusta á hana aftur. En það er tala hérna sjáðu Bill Gates í öðru vídeo, ég sýndi ykkur síðast langt vídeo með honum. Perhaps 10 or 15... Nei, þetta var það vídeo. Hvað er gangi hérna? Hérna hann, já, aftur, byrjum við, hérna hann. An epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries, the system at all. In fact, so we were far slower to protect them, more devastating than Ebola. It does not spread. Okay, ég þór ekki að spila mikið meira, maður veit aldrei hvað gerist. En hérna talar hann sko 30 milljónir. You can have a virus where you really make things that people die from that epidemic. Já, hérna 33.
33 milljónir. Ég er að tala sko ef að flensa sem er airborne, þá myndi 33 milljónir manna deyja. Sko áttu að þetta lið bara er algjörlega sturlað sko. Þeir eru bara alveg gaggala kú í hausnum sko. Og ef þið horfið á þetta lið sem var hérna og þessar stofnanir og þessi fyrirtæki, þá sjáu að þetta er high level leaders, global businesses, governments, privacy and public health. Þetta er í raun fasismi. Sko skýrgreiningin á fasisma er samruni fyrirtækja og stjórnvalda. Og þau áttu ykkur á því að engin af þessum manneskjum eru kosin af fólkinu. Það er engin af þessi gaur er ekkert kosin. Þetta lið er ekkert kosið eitt eða neitt. Þetta eru bara fasistar. Samkvæmt skýrgreiningu á orðinu fasisti, þá eru þetta fasistar. Og síðan þið skoðið íslenska partíið sem er í gangi í þessum og ég var að hlusta á þannig ég fór í útsendingu, var ég að hlusta á hana vinkonu mína, hana Rósu, og ég mæli með að þið hlusta á þetta vídeo með henni. Er hún að tala þetta 2013. Ég er búin að deila þessu vídeo 150 milljón sinnum og þarna talar hún nákvæmlega Agenda 21 og þetta sem að verið að innleiða. Í sambandi við þennan vírus sem er í gangi núna og þessar greiningar sem verið að framkvæma, þessi testkit sko, að ég sá einhverjum á þessum blaðamannafundum, þá var einhver að lýsa því hvernig þetta væri gert, að bara tekið eitthvað sýni, sett inn í einhverja tölvu og út kemur eitthvað niðurstaða. Og þess vegna er mjög íslensk og ég nenni nú ekki að fara alveg í það í dýpstu djúp núna, en þetta fyrirtæki er hluti það skilur enginn í bókhaldinu þeirra. Þeir eru með alveg bara skriljónir manna í vinnu og eru að gera alls konar hluti og kaupa tæki upp á skriljónir og eru aldrei með einn hagnað sko. Og þeir eru mikið að búa til sko, þið áttu ykkur á þessum event rugli sko, þá eru þið alltaf með tölvum, þetta fólk lifir í eitthvað svona tölvumódel heimi og þau eru búin að missa allt raunveruleikaskyn, þau eru ekki neinum tengslum við raunveruleikan, eins og gerðist Babylon sko, Babylon turnin, hann er einmitt svona Babylon Tower. Babylon turnin er einmitt merki það sem fólk byggir sig upp til himna og missir allt jarðsamband sko. Og það sem virðist vera að gerast núna að vissu leyti sko, það eru tvennar sko, svona, það eru tvennar kenningar svolítið á lofti sko. Það er sem sagt kenningin það að þetta sé New World Order með síðustu yfirtöku tilraunina sko, og nú verður bara allt fjárhagskerfið krassað til andskotans og og síðan boðið upp á problem reaction solution og þetta var allt saman keyrt í klessu
og síðan boðið upp á einhverja lausn sem þá New World Order eitthvað chip sem þarf að setja í því og eitthvað svona. Og síðan hin kenningin sem ég hef heyrt koma fram nýlega að það að þetta séu hvítu hattarnir, þetta séu góðu stjórnvöldin sem eru sem bara loka öllum löndum og bara frysta allt til þess að geta handtekið allt þetta glæpa gengi sem á þessum ráðstöfnum sem ég er búin að vera að sýna ykkur. Og að þetta líður náttúrulega orðið svo sturlað sko, að tilgangurum og síðan allt barnaníðið og Epstein-eyjurnar og allt þetta sko, að þetta sé sem sagt frysti aðgerð til þess að geta athafnað sig í að hreinsa upp þetta drasl sko. Og það eru þessar tvær kenningar sem í gangi og hugsanlega eru báðar réttar sko. Og þessna voru menn að tala um að sko fyrsta landi sem var lokað Ítalía og þau viti hverjir eru í miðju Ítalíu. Það Vatikanið sko. Og þar hafa 600 eitthvað bara þegar dáið sko. Menn svolítið svona bara engin dáið í Íslandi og bara örfáið dáið, en í Ítalíu bara 650 steindauðir sko. Og það hugsanlega út af einhverjum hernaðaraðgerðum sko. Korónuveiran sem slík, þetta Ponzi 19 eins og ég kalla hana, að hún líka mikið svona bókhaldsbrellu blekking sko. Þarna deyr einhver nýræður einstaklingur í Danmörk og þá bara þetta lítur að vera COVID sko. Og var greint eftir að hann var döður sko. Hann kannski dáið bara í síðasta sumar eða eitthvað. Þetta allt bara, þetta allt saman bara rugl sko. Og sturlun að hæstast í. En og inn í þessari kenningu þetta sem ég kalla bazooka repo bailout sko. Að þið sjá að bankanir, íslenski bankin, Seðlabankinn og bandaríski rétt þar á undan voru bara að lækka vexti 0,5% sem hefði haft gríðarleg áhrif áður hefði haft gríðarleg áhrif á markaðana hér áður, en hafði engin áhrif núna, það bara breytti engu. Og núna í síðustu eða þarsíðustu viku þá hentuðu bara 1 trilljón inn á markaðinn. Þið sjá í september, cirka þegar þessi ráðstefna var hér í septembernum, þá byrjaði að þurfa að dæla inn peningum sko, inn á þennan repo-markað. Og ég nú ekki að útskýra fyrir ykkur repo, þetta millibankamarkaður sem stýrir lánsfénu stýrir lausafjárstöðun í bankunum og fjármálakerfinu. Og í september þá byrjar þessi ferill að bara byrja að dæla þetta 195 billjónir þessi lína svo 300 billjónir bara á dag sko. Þetta 400 billjónir sjáðu. Getur við stækkað kortið sjáðu. 400 billjónir bara á dag. Ég held að þetta sé daglega. Held að þetta sé daglega, nei, eða vikulega. Ég illa merkt hérna. Allavega það byrjaði 11. september. Og þá sjáum við bara 100 billjón á hverjum einasta viku eða degi. Þetta nú ekki mánuður sko. Janúar svo febrúar. Þú sjáum bara þetta þetta allt saman að fara í köku sko. Svo bara á föstudaginn þá bara 1 trilljón sko. Þetta svona hefur aldrei bara sést áður í mannkynssögunni sko. Og það má fastlega búast við því að bara á morgun opni ekkert fjármálakerfið aftur.
og væntanlega munu markaðirnir halda áfram lóðbeint niður sko. Og þessar tölur sko, að þetta þýðir bara 2008 sinnum 1000 sko. Og kreppan 1930 eitthvað bara barnaleikur við hliðin á þessum tölum. Og þetta sem sagt líka það sem við erum með núna, everything bubble. Við erum í everything bubble sko. Það þýðir að það allt uppdiktað sko. Það allir skuldabréfamarkaðir, peningaprentun, það bara allt í botni sko. Það búið að snúa öllu í botn. Og það getur einmitt þýtt, eins og ég var að segja áðan, það getur þýtt tvennt sko. Það getur raun bæði þýtt það að núna eru New World Order plebbarnir sko, sem vilja setja chip í þig og breyta heiminum í svona Hunger Games sko. Að það getur verið að það sé að vera að krassa þessu til að koma síðan með lausnina sko, sem bara einn alheimsgjaldmiðill og þú þarft að hafa lífsýni til þess að geta notað hann eitthvað svona sko. Eða þá að það ein kenningin og hin kenningin að getur verið að þetta sé verið að krassa þessu sko, því þá heimur búin að fá nóg af þessu rugli sko. Og þessir glæpamenn sko, þetta eru skipulega glæpasamtök, sé bara búin að einfaldlega fá nóg. Og þá ég aðalega að spá í hervaldinu sko. Að þið tóku eftir því þegar að stríðið var í Sýrlandi, þá voru menn að spurja Trump sko, og Obama hvort það var ekki með áhyggjur að sko, að Rússar og Bandaríkjamenn myndi lenda saman sko. Það kom fyrir að herþóttina þeirra voru bara 15 cm frá hver annari sko. Og þá sagði, held að það verið Trump, það sagði, hvort það var Obama, ég held að forsetinn sagði, POTUS sagði, nei, engar ágjörðu því, herforingjar okkar eru í mjög góðu sambandi. Og það var mjög athyglisvert. Og sko það virðist, maður veit ekki með Kína sko. Kína svolítið svona wildcard sko, en Rússar virðast vera búin að fengu nóg af þessum hópisma sko, og svona parkeruð honum eiginlega í eitt skipti fyrir öll, og þeir eru bara núna að borga fólki fyrir eignast börn, og þeir eru svona styrktu kristnu kirkjuna og eru svona virðast vera bara að verða með heilbrigðari samfélögum í heiminum sko. Að þeir eru sko Kínverjar, eins og segja sko, businessin í Kína business sko. Og Rússar eru svolítið þar líka sko. Reyndar ekki alveg, en þeir eru svolítið meira þar sko. Businessin í Rússlandi þá sennilega bara byggja upp innviðina og fjölskyldunar og fleira slíkt. En businessin í Bandaríkjunum og okkur og NATO stríð. Og það þessi pleppar sem eru fljúgandi á þotunum allan heim, halda alla þessa fundi sko. Og BRIC samstarfið virðist vera svona samtök eða samstaða þessara þjóða sem eru bara búin að fá nóg af þessu rugli sko. Og þannig að ég í raun sé ekki alveg í dag hvort að gerast. Það eru sko gríðarleg átök í undirheimum mannskotan sko. Og og hvernig það fer erfitt að sjá fyrir. Eitthvað annað.
Já, sko, það er ljóst að ríkisstjórnir Kína og Íran og það var ekki eitt landi viðbót, hvort það var Rússland, ég manna ekki alveg nákvæmlega. Þeir eru búin að lýsa yfir opinberlega að atvikið í Wuhan hafi verið eiturefni og opnað árás Vesturlandana á Kína. Og það passar alveg inn í samhengi hlutana. Gleymdi ekki Suður-Afríku reyndar. BRIC er Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður-Afríka. Þeir koma reyndar inn seinna. Þetta var fyrst bara BRIC. Svo bættist S-ið aftan við. En hérna, já, það var gaman að tala við góða fólki, sko. Það var bara gott að fá annan vinkil, sko. Þeir fengu reyndar svona létt taugafall, vantarlega heyra það sem ég hef að segja. Svona eins og að vera sofandi værum svefni og fá vaskus yfir sig. En hérna, þannig að þessir tímar eru mjög einkennilegir og skrýtnir. Og hérna, hvort að þetta, ég reyndar, menn voru að velta fyrir sig hvernig ætla þeir nú að fara að fylla FEMA-kamp og hvernig ætla þeir að gera þetta allt, sko. Og það er gert svona, sko. Og núna er verið að tala um það, sko, að annarkvort tekur upp bóluefni eða þeir eru bannað bara að ferðast eða það verður bara skotin í hausinn eða eitthvað. Og hérna, og þannig að það er rosalega mikið af möguleikum í akkurat þessari stöðu núna. Og það virðist vera almenningur, lýðræðisvaldið er algjörlega dautt, heila dautt. Það er bara, fólk veit ekkert hvað er í gangi og bara gleypir nýjustu lygasöguna af hérna kastljósinu, sko. Og hérna, sko, hérna eins og með Sovétríkin þegar þau hrundu, sko, þá voru menn búin að einhvern veginn búast við því að það eru rosa læti, sko, en það bara dó, bara búf og bara búið, sko. Og þetta lið sem er núna fer hugsanlega ekki út alveg eins þegjandi og hljóðalaust eins og Sovétveldi. Ég reyndar held að veggurinn hafi dottið til vesturs en ekki til austurs. Það er önnur saga. En hérna maður veit ekki alveg svona, ég er svona svolítið kannski eins og skákskýrandi að reyna að sjá fyrir næstu leiki. En hérna, sko, það er ljóst að eftir einhverjar x vikur eða daga, eftir einhverjar x vikur eða daga, þá verður ekkert fjármálakerfi. Og það verður enga lífeyrissjóður og það verður ekkert hérna ellilífeyrir eða neitt slíkt, sko. Það er bara búið. Og hérna, ég tek eftir því að fólk hefur meira og meira áhuga á því sem ég hef verið að segja, til dæmis. Fólk sér að það sturluðu samsæriskenningar mínar eru margar hverjar að verða raunveruleika núna. Og ég var búinn að spá því að það myndi gerast. Og þess vegna setti ég upp Víkingaflokkinn sem heimasíðu allavega og svona að byrja að forma hana eins. Og ég var náttúrulega lýsti yfir að ég er rétt kjörinn forseti Íslands. Ekki spurning hvort heldur hvenær. Og ég hef svo sem alveg boðið mig fram eins og ég var náttúrulega í hruninu 2008, þá var ég einn af stofnendum Hagsmunasamtaka heimilanna og ég fann upp aðferðafræðina sem heitir greiðsluverkfall. Og hérna, þannig að það verður svolítið power shift líka. Að það eru orðnir svo margir sem heyra til þess rödd mína. Og ég sé það bara á skilaboðum og hérna bara í snertifletum mínum í
í lífinu að staða mín að breytast mjög hratt líka og allra hinna sem hafa verið að vara við þessu í langan tíma og það má kannski segja að sem betur fer hefur ekki brotist út styrjöld allavega á Vesturveldunum eins og og en það getur gerst bara í næstu viku að það verður að njúkaðar nokkra borgir sko og það þá væntanlega falski fánar sko og eða eitthvað í þeirri stærðargráðu sko og nú sé ég til dæmis að höfuðborg síonismans hefur reynt að koma sínum hlutum að eins og þeir þykjast vera að koma með eitthvað bóluefni og eitthvað slíkt það ekki heimurinn í dag myndi bara veist en þá sem sagt það þetta 50-50 sem erfitt fyrir mig að segja sko að New World Order plebbarnir sko þeir eru með þær hugmyndir í kollinum sko að drepa bara alla þá sem vilja ekki vera með í þrælabúðunum sko og hinir sem eru svona örlítið nær raunveruleikanum eins og kannski að þeir gæti alveg eins bara fagnaði þetta hrynni allt saman sko og við byrjum bara upp á nýtt með stefnur eins og vikingaflokkurinn.is að bjóða upp á getum bara flettið þessu upp að falleg heimasíða maður að menn fara bara að skoða eins og þið sjáu núna meira þeir eru búin að vera að tala það að hætta innheimta ákveðna skatta þannig að sko bara það að setja þetta fram hefur gríðarlega áhrif á framvindu mála og ég get sagt ykkur það að þessi síða vikingaflokkurinn.is hefur ótrúlega áhrif haft nú þegar og á bara eftir að aukað meira það kom dauður tími í hálfa mínútu 10 mínútur halló datt streymið niður hjá okkur já en og síðan eru aðrar stefnugreinar sem að sýna eins og með sjávarútvegsmálin að ég er að vonast þess að þegar allt hitt rusli hrynur að þá komi upp eitthvað svona í þessum dúr en það má kannski segja að ég sé draumóramaður en draumurinn, ameríski draumurinn segir ameríski draumurinn þú þarft að vera sofandi til þess að sjá hann eða upplifa hann en ef ég tala aðeins meira vírusa þá mæli ég með að þið horfið á þessa mynd House of Numbers sjáum við hvernig vírusagreiningarnar eru notaðar til að blekkja og hugsalega muni menn eins og Kári ég er ekki að vona að fari þá leið en ég bara segja að það gæti gerst að slíkir menn gætu endað í snurunni eins og Núrenberg réttarhaldin voru eitthvað af þessum eitthvað af þessum linkum hlýtur að virka House of Numbers sem ég bara kaupa alltaf styrkja guðurinn sem gerir þetta ég var bara að sjá þessa mynd House of Numbers do 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 do
Hérna fyrir Þetta er gaurinn, hann fer bara víða og eitt sem er merkilegt sem hann kemur fram í þessum þætti. Fyrsta lagi, allir sem fóru í eyðinni meðferð, þeir dóu allir. Svo er viðtal við konu hérna sem var greind með HIV. Og hún sagði sko, ég fór aldrei í meðferð og hún er ennþá lifandi. Og þið munið, þetta er Michael Jordan, munið. Hann hérna, Michael Jordan. Hann fékk HIV, var það ekki? Þetta var löngu dauður. Já, datt ekki niður útsending. Það kom samt hérna 0 punktur hjá mér. Ok, flott. Tóku þetta þessu. Það er verið að greina þig með HIV og ef þú greinist með HIV þá ferði alveg gríðarlega svæsna eiturefna meðferð sko. Það fer eftir framleiðanda á prófin. Þetta er það sem ég verið að segja sko. Þetta er náttúrulega heimildin sem ég hef fyrir þessu. Og það er sem sagt með HIV. Í raun er þessi koronavírus svolítið stef við þessa svikamyllu. Og hérna ég nenni ekki tilfinningaklámuna. Þetta lið allt saman er keksruglað í hausnum og stór hættulegur sértrúarsöfnuður sem þarf í raun að handtaka bara sem allra fyrst. Og hugsanlega eru það sem er að gerast núna, hugsanlega er þetta lið allt saman bara við að fara í steinin. Gjörsamlega sturlað bak. Það er náttúrulega svona einhverja samviskusama kettlingar sem eru bara að vinna, nei, ég veit ekki, í Þýskalandi var fólk sem var bara að vinna eins og þetta fólk hengt í snörunum sko. Og hérna og í raun er sko þeir eru búin að svo mikið rugl. Svo mikið rugl. Og svo eru fjármála, þetta er algjör svikamylla fjárhagslega sko. Þessi gaur á heim í fangelsi sko. Jafnvel líka að sklefa hann sko.
Ég er á móti capital punishment general. Einhver var að senda mér hérna Empire of Dust. Hvað er það? Empire of Dust. Já, ég er búin að múta það fyrir ekki. Þá heyri bara söngið minn. 办事的效率太低太低。我们就是跟政府谈，直到谈了在春节左右的时候就开始谈。现在欧洲国家管理这么长时间，应该是学到了很多先进的管理经验。哪有多少时间？10年以前什么都好啊。是啊，那个先进的影响成这样子的话。The Empire of Dust. Þetta... Ég fæ eitthvað CIA-feeling af þessu strax. Ég veit það ekki. Ég þekki náttúrulega stílinn á CIA. Isolated it, so... Sjá það. Sástu hvernig hann yppti öxlum. Þetta er gaur sem er ábyrgur fyrir How they lífum. would isolate and photograph this elusive virus. Well, didn't Dr. Gallo do that? I mean, he actually ASMR, isolated hvað er it, það? so... I mean, why should I do all of this? This is all textbook stuff you're asking me. I'm not quite sure what's behind your question about isolation. I don't want to be your textbook, you know? I got other things to do. They're embarrassed. Sjáðu hrókan í The þessum scientists have been glæpamönnum. embarrassed about this. They know that it's flawed. Þetta er Kári. Provided no proof for HIV's existence. Þetta eru félagarnir hans So I Kára. asked Nobel laureate Dr. David Baltimore and Dr. Robin Nobelgær, Weiss how gaur, they would sem- isolate and photograph this elusive virus. Well, didn't Dr. Gallo do that? I mean, he actually isolated it, so... Sjáðu, þetta er Nobelgaur. Hann er spurður hérna. Sjáðu þið andlitið á hann. Ég ætla að segja gefa ykkur bara full screen. Sjáðu þið. Hann er að spurja hann hérna hvernig þeir tóku mynd af vírusum. Sjáðu þið. Provided no proof for HIV's existence. Probably. Yeah. Já, hérna er þetta einmitt, sjáðu. At the end of an evening or AIDS inhalants. We know that now. For use. We now know that Kaposi sarcoma What exactly caused Kaposi sarcoma? We know is caused by a As always, when you the human herpes virus. Hérna er viðtalið sem ég var að tala um. Ég loksins fann ég það. Hérna sjáðu þið viðtalið við gaurinn sem er á rafeindasmásjónni. Fylgist þið með þessu? To rescue comes another virus. As always, when you're in trouble, you find another virus. If one wants to look at really what causes this, we've got to look beyond just HIV and just beyond HHV/AIDS. calling it a disease, see? And to give it that name, AIDS. So everything's included under that, and you don't have to just say, I mean, if you just said, you know, these people are getting a lot of weird diseases, all kinds of diseases, it wouldn't have had the same impact. It was much better to say, there is a infectious organism on the loose in America, and it could get you. I had interviewed the world's leading HIV experts and discovered that the two benchmark diseases of AIDS have alternate explanations. Once again, I turned to Dr. Gelderblum, seeking proof of HIV's existence in the most recent images available. Here, you do not see anything about the details, but I would say it's probably a virus. These are HIV here? Yeah. Oh, so are these HIV too? Yeah, yeah. Everything's Probably. Probably. Yeah. What can I tell you? You know, I mean, it exists. Gallo said he had all these viruses, and it was a lie. I think HIV totally has turned out not to be the cause of AIDS. HIV has turned out not to be. Gelderblum's images, said to come from isolated HIV cultures, provided no proof for HIV's existence. So I asked Nobel laureate Dr. David Baltimore and Dr. Robin Weiss how they would isolate and photograph this elusive virus. Well, didn't Dr. Gallo do that? I mean, he actually isolated it, so... I mean, why should I do all of this? This is all textbook stuff you're asking me. I'm not quite sure what's behind your question about isolation. I don't want to be your textbook, you know? I got other things to do. They're embarrassed. The scientists have been embarrassed about this.
They know that it's flawed. In 1987, the CDC made 2 mind-boggling changes in the definition of AIDS, which are in effect today. You can be diagnosed with AIDS without ever having an HIV test. In 1987, I had a lesion on my arm, and it was KS, Kaposi sarcoma. A doctor diagnosed you with AIDS without an HIV test? Yeah. You can be diagnosed with AIDS if you've tested negative for HIV. Alvin Friedman Keene found 16 patients with Kaposi sarcoma among gay men in New York City in the 80s. They did not have HIV infection. Yet they had AIDS by our definition, right? In a World Health Organization publication, Dr. Chin writes, "It should be emphasized that the surveillance definitions for AIDS were not intended to be reliable indicators of HIV infection." You have been bamboozled. Þessi sértrúasöfnuður við Vatnsmýrina skelfilegt fyrirbæri. Og nú vitið okkur þau vildi gera lögreglunámi eða háskólanámi og lögreglustjóra, ríkislögreglustjóra embættið í raun hershöfðingja embætti. Við sjáum við núna að koma fram á einhverjum svona sjónvarpssýningu sem rekið á lögreglunni líka. RÚV rekið á lögreglunni. Eða hernum, þetta herrekin stofnun. Og íslenski herinn með morðsveitirnar sínar, sérsveitin morðsveit. Og þar eru bara morðingjar. Og valdstjórnin hef ég lýst yfir, eru skipulögð glæpasamtök. Og þeir byggja, það sem að selja þeir allt saman bara lygi, vitleysa og kjaftaði, sko. Sko getur ímyndað ykkur fjármunar sem búið að sitja í læknavísindin, í heilbrigðiskerfið og senda til útlanda í einhverja World Health Organization og Sameinuðu þjóðþrotanir og allir þessi peningar, en samt alltaf sko sjúkdómar alveg á bara beina línu upp, sko. Og núna bara komin einhver brjálaði vírussaga bæinn, sko, og bara fremstu læknar og lögreglumenn landsins mættir í sjónvarpið, í RÚV, lögreglusjónvarpið, og bara, það er svona veiki að ganga allt og við erum búin að finna lausn á þessu, við erum búin að rannsaka þetta svolítið og bara þvo ykkur hendunar. Já. Muni bara að þvo ykkur mikið og ekki snerta andlitið á okkur. Ha? Ég meina, amma mín sagði mér það. Ég þurfti engin læknavísindi í það. Þið sem eruð í þessum bransa eru bara fávitar, sko. Bara, fullkomni fávitar. Og þetta fólk ætti ekki að fá nein völd yfir lífum annars fólks. Bara absolutt ekki. Og það bara, ég veit ekki hvað ég á að segja. Hvað get ég oft sagt þetta? Ég hef sagt þetta, hlustið á það sem ég var að segja frá bara hvað þessi rás opnaði 2013 held ég. En ég var að segja þetta út allan bæ, útvarpi sögu og allt það sem ég komst að, var ég að segja þetta fyrir 2008, 2009 og 2010 og þú veist. Þið eru bara að uppskera það sem þið eigið skilið. Góleminn. Þið eigið bara ekkert annað skilið en þetta. Og bara uppskeriði af eigin heimsku. Og bara gangi ykkur vel með það. Matteusar guðspjall.
Þar segir hann, hvað er það, 7, ekki hafa þetta í einhverju samhengi. Þegar Jóhannes skírari sá margir farisear og harmageddóníðar eða rúvarar, farisear og fræðimenn, kom til skírna, sagði hann við þá, þér nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Ég setti inn orðið farisear í íslensku biblíuna. Ég án ekki búin að forvelja þetta neitt, sko. Farisear og fræðimenn. Það voru alltaf að biðja hann að gera ykkur tákn, voru alltaf að stríða honum. Fræðimenn og farisear, það er alltaf sett svona. Ég segi alltaf farisear og fræðimenn. Kannski réttara svona. Áttu að þetta á saman, allt saman við valdstjórnina, sko. Vegiður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér gjaldið 10. myntu, ansi og kúmen, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta bara að gjöra, en hitt eigi ógjört að láta. Vegiður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér hreinsið byggarinn og diskinn utan, en innan þið fullir yfirgangs og hóhofs. Er þetta ekki lýsing á pólitíkus? Frímúrurus. Blindi farisei, það hefur ekkert breyst. Það hefur ekkert breyst. Þér hlaðið upp grafir spámannanna og skreytið leiði hinna réttlátu. Höggormar og nöðru kyn. Hvernig fáið þið umflúið helvítis dóm? Já. Þess vegna sendi ég þér spámenn og spekinga og fræðimenn. Suma munið er lífláta og krossfesta, aðra húðstrykja í samkundum yðar og ofsækja borg úr borg. Það var lokað á mig á útvarpi Sögu. Aldrei hefur RÚV skrúfjú tekið mig í viðtal. Ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð. Þannig að það er alltaf sama sagan, alltaf sama útvarpssagan. Það nú svolítið fræðimenn, farisear og fræðimenn gangandi gangana þar. Ekki, svolítið svoleiðis. Jæja, ég er búinn að fá nóg í dag. Ég náttúrulega skora á ykkur bara að frelsast, taka við blóði Jesú Krists, endurfæðast
og þið komist víst ekkert í neina kirkjur núna, það er búið að loka því öllu, bara búið að loka búlunni. Já, það er nú eitt annað í sambandi við þessar lokanir sko, að að núna eru sko, að því að enginn má fara út núna, þá byrja þessi lögregluríki og þessi morðingjar, farisegar og fræðimenn og rómverski herinn þeirra og sko í þessu ástandi sem núna, þegar allt svona lockdown sko, þá geta þið farið að hreinsa upp. Til dæmis getur verið að koma hér eitthvað sérsveitin á heimili mitt og þið heyrið aldrei í mér eða mínum framar. Ég náttúrulega tók afstöðum þetta fyrir 4-5 árum að fara þessa frelsi TV í alla leið. Þegar þið sjáið tímabil í vídeóunum mínum þar sem ég var svolítið ringlaður, svona lífrættur eða áttaði mig á því að ég geti vaknað einn morguninn bara á Guantanamo á steypugólfinu þar eða í varðskipinu á landhelgisgæslunni eða eitthvað svona. Og ég einhvern mann þegar ég var 15 ára þá, já, einmitt þakka ykkur sem hafi stutt mig, fyrir ekki að ég gleymi að þakka ykkur, það er bara minn veikleiki, en það er gríðarlega mikils virði þeir fjárhagslegu styrkir sem ég fengi og ekki að það breytir neina því að ég meina en samt það er hugurinn, það er kannski ekki krónar, heldur er það hugurinn að baki að gera eitthvað í alvörunni til þess að styrkja Frelsi TV. Það er mest konur sem hafa styrkt og einhverju kallmenn hafa, þeir eru svona vilja bara gefa hana 500 skall eitthvað bara konur eru mjög trúfastar sko, það er bara svona alltaf verið að mjalla inn sko. En það hefur ekki komið mikið svona hjá köllunum reyndar, eiginlega ekkert, en konurnar hafa verið trúfastar og aðalega ein eiginlega sem er mjög trúfast og bara Guð blessi hana og svo er önnur sem að reyndar önnur sem að gefur svona stundum aðeins óreglulegra og það er þá gleður hjarta líka. Það er náttúrulega þessu heimili eru 4 börn og 15 á leiðinni. Það er nóg að gera hér. En það er rosalega mikilvægt að hafa frið við Guð og menn eins og sagt er. Og ég, eins og segi, þegar ég var 15 ára fekk ég þessa setningu til mín þegar ég var í sjálfsmorðshugleiðingum, trúur á líf fyrir dauðan. Og mín stefna hefur svolítið bara að gera það besta úr mínu lífi sko, að njóta hvers dags og reyna svona bara að hafa allt í lagi bara með það að sé síðasti dagurinn bara í dag. Og það er ekki þessna sem ég hef haldið þessu áfram. Margir eru eflaust undrandi á því að en ég náttúrulega er ekki að tala fyrir hatri, ég hata engan. Þið sjáið að ég hef reynt að taka Jesú Krist með til fyrirmyndar sko. Ekki það að ég roði í hann sko, ég er ekki að halda því fram, en það er svona fyrirmyndin mín í lífinu svolítið. Og þegar þeir voru að berja hann og krossfesta þá sagði faðir fyrirgefum að þeir veit ekki hvað þeir eru að gera. Og það er svolítið djúp andleg staða að vera þar. En eitt hef ég velt fyrir mér sko, hvernig fólk
Og til þess að þið lesið Biblíuna, þá bara Biblían ein stór pæling í mönnum og mannlegu samfélagi, sko, eða fólki. Og og ekkert víst að neitt af þessu hafi gerst, sko, það raun skiptir engu máli, sko. En það eru svona atburðir í Biblíunni sem að eru ofboðslega skýrandi hvernig fólk og sko ég í fræðum Biblíuna það sem okkur gefið eru talentur. Ég hef ákveðna talentur sem allir koma fram í þessu vídeói og ýmsu sem ég að gera. Það eru svona talentur. Og ég get notað þessa talentur ég get valið í raun hvernig ég nota þær. Og það eyðimerkurganga Jesú þegar hann var 40 daga í föstu, hann borðaði ekkert í 40 daga. Og svona á seinni dögunum, þegar hann verið mjög svangur, sko, þá kemur höfðingi, kemur einhver Gates og talar við hann, eða einhver Rockefeller eða eitthvað, og segir ef að þú gefur mér líf þitt, þá færðu alveg bara allt sem þú vilt, sko, alla bíla og peninga og kellingar eða kalla eða hvað þetta sem að þið langar í af þessum veraldlega drasli, sko. Og þá segir Jesú nei, ég tilbyð bara föður minn á himnum, eða sérst Guð. Og það ákveðið val. Og ef að þú horfir bara á þjóðfélagið í dag, þá sérðu að það meiri hlutinn í dag sem að ráfa strætó og torg, að þetta lið hefur allt saman valið Satan eða djöflaríkið. Ekki endilega Satan sem persónu, sko, heldur lögmál eða aðferðafræði. Það sem að grundvöllur humanismans. Það má segja þeirra að valið humanisman fram yfir andlegan jesúisma, eða hvað var kallað. Og sko það sem að gerast núna, eins og bara með þessu repo, sko, þú getur í raun skoðað alla atburði nútímans í þessu ljósi. Þetta línuritt hérna, repo-markaðurinn, þetta í raun mælikvarði á traust. Þetta að sýna að það allt traust farið út úr kerfinu. Þess vegna var allt saman sett á lockdown, af því að þegar þetta gerist, þá stoppar allt. Það ekki að lána neitt, það ekki að borga neina greiðslur úr landi, það ekki hægt að gera neitt. Það stoppar allt, eins og munið 2008. Þar gerðist þetta bara með miklu vægari hætti. Þetta raun miklu alvarlegra heldur en 2008. Og þessi repo-markaður yfirleitt bara á nulli. En svo bara byrjar hann allt í hann að tikka upp. Og þið sjáu síðast þegar hann tikkaði svona upp, hann fór ekki svona hátt, þá ekki svona hratt. Það var 2008. Og það sem að gerist alltaf í þessum djöfla þjóðfélögum er það sem að fólk velur aðferðir humanismans eða djöfulsins fram yfir aðferðir kristjanismans, eins og Guðjón kallar það, eða jesúismans. Að segja sagt, og þetta alltaf að ganga fram og tilbaka. Þeir byggja Babylon sem Babylon-turnin sem hérna líking upp á humanismann, sko. Við getum þetta bara, þurfum ekki að Guð eða góðmennskuna, sko. Við gerum þetta bara hörkunni og byggjum turnin, svo hrynur hann alltaf, sko. Og þetta bara alltaf að gerast aftur og aftur. Harmageddon í raun mætti þýða sem hrun á turni. Humanísku heimskunar. Sko það búið að sanna það margoft að þetta heimska. Humanismi alltaf humanismi, þá getur við hugsað betur heimska.
á heimsku, á sandi byggði heimskur maður hús. Að það sem að gerðist eftir heimsstyrjaldirnar síðustu, þá hrundi bara allt, það var allt bara ógeð, það var bara ógeð, óðum allan heim og alltaf eftir slíkt þá rís kristnin upp. Og það sem að gerist í kristni og kristnin þjóðfélögum að þar rís traustið upp. Og á milli, og það það sem svo sérstakt við þessa svokölluðu kristni eða jesúisma, að þegar að fólk fylgir svona ákveðnum einföldum lögmálum, andlegum lögmálum eða þessu, aðferðum eða aðferðafræði eitthvað slíkt, þá bara vex traust fram og þá fer allt að fungera, eins og þið sjáðu í Amis samfélaginu. Þar bara mætið þú og smíðar hlöðum einhverjum og þú færið ekkert skuldabréf eða neitt í hendunar. Þú bara treystir því að næst þegar þú vilt byggja hlöðu, þá kemur liðið bara að hjálpa þér. Það þarf ekki að hafa neina lögfræðinga eða eiturpappír eða neitt í því. Það bara svona. Og þetta vegasaltið sem alltaf að gerast, Og núna vegasaltið alveg komið yfir í humanisman og ógeðið sem fylgir honum og nú það að hrynja. Nú semst Babylon turnin vesturveldan að hrynja og við Jesú fólki bara að reyna svona hlaupa frá hruninu, eða viljum ekki vera undir þegar þetta drasl hrynur, Af því að humanistinni var alltaf svo reiðir út í Jesú fólki þegar þeir eru búin að skíta í buxurnar, Þess vegna alltaf að kaupa klósipapír núna. Við byrjum við settum upp hérna klósettpapírbirgðir og langlífan mat fyrir 5-6 árum. Þá var hér niðri í kjallara bara búin til aðstæða fyrir mat og klósettpapír og bleiur og allt svona sem við þurfum. Og þannig þetta svo margir í heimili, Þetta hefði nú dugað bara næstu í heilt ár. Við vorum bara 2 eða 3. Núna endist þetta eitthvað styttra, En það sem að gerast, að það bara allt traust farið úr þessu andskotans humanista drasli, Og og þú munt, og það humanista Babylon fólki mun bara uppskera eins og það hefur sáð. Og ekkert við því að gera. En ég þakka ykkur fyrir komuna. Ég veit ekki alveg hvað verður marka eða banka á morgun. Það hugsanlega verður kauphöllunum bara lokað út af vírusnum. Það er koronavírus, komið vírus í hlutabréfin. Og takk eftir að engir fjölmiðlar vilja heyra í mér eða mína skoðun á þessum málum. Reyndar aðeins að það var þessi nýju góðu gaurarnir sem að góða fólki sem hringdi, það var nú svolítið nýtt að heyri þeim. En lögregluríkið vill ekki að hringja mig eða heyra í mér alltaf. En allavega, ég held ég hætti að tala núna og það bið bara Guð að blessa og vernda alla landsmenn og líka fyrir heimskingjónum eða humanistunum og munið að deila vídeóinu og læka það náttúrulega, ég sé nokkur núna þegar búin að læka eða þið getur líka ítt á dislike tvisvar það er bara I hate this video, bara gera svona tvisvar ítt það tvisvar á dislikeið þá alveg kemur það í gegn að þið alveg hatið þetta en passið ykkur íta bara einu svona likeið það er alveg nóg þeim megin og svo náttúrulega subscribe það er nú sem bara hafi ekki þórað því það kemur gríðarlega mikið að mér núna það kemur mikið að mér já, góða nótt, gott fólk ég sé góðar kveðjur
og það er ekki eins mikla truflanir á YouTube núna á síðast. Kannski á ekki efnið, það sé ekki verið að ritskoða meira. En eina neyðarráðstafanir verður basic income og hugsanlega verður skilyrði til þess að fá lífsviðurværi eitthvað alls konar ógeð sko. En við hinir kristnu munum frekar, við munum ekki taka við slíku sko. Og þið vitið að þessi vírus á pappírspenningum. Þessi vírus með mjög pólitískar skoðanir og efnahagslega markmið. En ég að vona að þetta sé komið nóg sko. Ef þú ert ennþá að hlusta á það sem Kári að segja, þá bara Guð hjálpi ykkur, ég get ekki aðstæða. Þá bara ertu með Kára og ferð með honum alla leið. Spurning. Þættinum hefur borist spurning. Hver heldur þú að þróunin verði næstu 2 vikur? Sko, það næstu því, það veit enginn í dag. Það bara hægt að leiða líkum að því hvað gerist næst. Sko, ég hef lýst þessari atburðarás í nokkuð miklum smáatriðum áður og það í raun að ganga fram það sem ég hef verið að spá. Sko, Evrópa og Rússland, ef það verður stríð þá verður Evrópa og Rússland gegn Bretum og Bandaríkjamönnum og Ísraelum og múslimaríkin í Mið-Austurlöndum munu hugsanlega eyða Ísrael, bara þurrka þetta út og þau bara nenna þess ekki. Kína, Rússland og Indland og BRIC-ríkin, þau munu ekki haggast. Þau eru stöðugu ríkin í dag, hefði maður haldið sko. En það sko, framtíðin verður annarkvort að þetta batnar. Við losnum við glæpina út úr kerfunum og lígveldin, flestir sjá í dag að þetta eru lígveldi sem við búum í, tweetismi, samkvæmt William Tweet. Og sko, almenningur tiltölulega rólegur og bara að gera grínast með klósettpappír og almenningur í frekar jolly feeling. Það mjög gott. Almenningur meira og meira að segja, já, heyrðu, vitleysingurinn eitthvað heitir hann Axel, hann virðist nú bara verið að hitta nokkuð nálægt. Það virðist bara vera nokkuð nærri lagi það sem hann var að segja, sko. Og það mjög jákvætt að fólk svona alveg já, ok, þetta bara allt saman hoax og það bara búið að vera að ljúga að mér og blekkja mig og allir lífeyrissjóðurinn minn farinn og það allt bara í klessu og svo bara skál, þú veist, einhvern veginn fólk virðist ekkit vera að fara út með heikvíslarnar og nema allir í Frakklandi og Ítalíu, Ítalía var náttúrulega bara hálsvöggvin núna í síðustu viku. Að við svona uppi í Skandinavíu og þið sjá hvernig Danir eru, það eru ákveðin öfl í Skandinavíu sem eru alveg gaga, sko.
En hins vegar ég veit til dæmis í Nóri, Svíar eru alveg út á túni með hausinn, sko. Þeir eru alveg gaga, sko, en Norðmenn, þeir lungað af norsku þjóðinni svona nokkuð með hlutina á hreinu. Og þeir eru alveg búin að fá yfir sig nóg af þessu CO2 plebbisma, sko. Bara saman eins og Íslandi. Núna Íslendingar bara að fannir að sjá þessar Íslendingar hljóta að sjá núna hvað þetta mikið rugl. Og reyndar virðast menn einhvern veginn alltaf að fara á spennan hjá Kára, sko. Bara menn hlaupa á fórnarbáli hjá honum. Þá bara verður svo að vera. Og já, ég var búin að útskýra fyrir ykkur áður, sko, að tölvan sem að greina þessi svokölluðu COVID sýni, sko, þau eru tengd við fjárhagsupplýsingar og allt sem að þetta pakk búið að vera að safna undanfarin ár, sko, og tengt við vanskilaskrána, veist, ef það verður ekkert að gera könnun á þessu, þá mun vera hærri dánatíðni á þeim sem eru á vanskilaskrá, sko. Og náttúrulega eldri borgurum sem eru með hærri lífeyrisréttindi munu deyja fyrr. Og veist, þú munt geta lesið svona trend í það hverju greinast og hverju greinast ekki. Og það þessi, sko, ég talaði það áður, að sko öllum tölvum heimsins stýrt frá Ísrael. Ísraelska Mossad var núna að yfirtaka allir hlutabréfamarkaðinn í Bandaríkjunum. Mossad bara komið skrifstofu í NATO og í New York, sko, og eru bara sinna sæjónistarnir eru bara mættir þar með sitt lið. Og og það bara þannig, sko. Og þannig að það mjög erfitt að sjá næstu, sko. Ég náttúrulega vona að fólk vakni. Og en á næstu 2 vikum getum við lent í því að bara slökkt á internetinu. Ég hef nú sagt að veggurinn hans Trumps snúist ekki það að halda fólki úti, heldur sig til þess að halda Bandaríkjamönnum inni. Og ég það bara svo mikið tíma til að útskýra allt mikið. Þetta nú bara fyrir það sem eru vanir, vöndu vinna menn, sko. Að sko Trump náði aldrei stjórn yfir Navy og hluta af hernum. Hann var bara komin undir yfir að herir Bandaríkjanna voru bara komin undir yfir að einhverja svona Sameinuðu þrjóta, sko. Einhvers konar svona leynuð þjónustu drullumall glæpasamtaka. Þess vegna stofnaði hann Space Army. Space Army snýst ekkert space. Það snýst bara yfirráð yfir heraflónum eins og þeir eru. Þannig að hermál Vesturveldana eru öll í klessu, sko. Bandaríkjamenn sendi ykkur 30.000 hermenn til Evrópu, sko. Til að stýra, ég meina hvað ætla þeir að gera hérna í Evrópu. Það eru 15.000 hermenn deployaðar í Noregi, af þeim eru 6-7.000 bandarískir hermenn. Það er líka Noregur. Hérna spurning, sko, þeim löndum sem hefur verið lokað, að þið sjáið ákveðna portfólíu á þeim, sko. Það eru ríki þar sem eru mikla væntingar, eins og Ítalía. Ég veit ekki með Pólland hvað er að gerast þar, en þetta ég sko unni með töluvert af Pólverjum og þeir eru allir vakandi, sko. Allir Pólverjar sem ég unni með, þeir vita allir þess að fórsetin þeirra í flugvélinni það sem var tekið niður. Þeir allir bara að fórsetin okkar var drepinn, sko. Bara framan augun á okkur öllum. Þannig að mikið af Pólverjum eru vaknaðir. Ítalir eru sko verri en Frakkar þegar þeir fara út á göturnar, sko.
Spánverjar, það er búið að loka Spáni líka. Það er bara curfew, ef þú ferð út þá er bara nokkur 100.000 króna sekt eða beint í fangelsi með þig. Og enga 200 krónur þóttu fara yfir byrjunarreit. Að sko ef að þú ert að horfa á þetta í gegnum veirufílterinn þá sérðu ekki neitt hvað er að gerast. Ef þú horfir þetta í gegnum repo-markaðinn og 2008 hrunið á sterum sko, og þessi 1 trilljón sem var hent á föstudaginn, hún fer öll til elitunar sko, bankana og fyrirtækjana og hvað þessi plebbar eru sko. Og þannig að það er verið að reyna að bjóða fólki aftur að gera bara sama trikki sko. eins og Íslandi, nú var bara frist öll lán og nú var að fara að gera þetta og gera hitt, en fyrir heimilin bara fokk þeim aftur sko. Og þannig að sko opinbera stofnanir og þetta hópista, humanista drullumall sko, sem var komið niður í 13% traust eitthvað svoleiðis. Ég meina, hvað? Og þannig að þið sjá Danmörk sko, það er búið að vera mjög mikið að skrýtnum hlutum í Danmörk undanfarið, eins og meðan Game Rocket, hvað heit hann? Madsen. Að Danmörk er alveg bara í einhverju svona algjöru rugli sko, Noregur. Svíþjóð er ekki búin að loka ennþá, landamærum með það. Svíjar eru ekki alveg á hreinu hvað er að gerast hér sko. Þeir til dæmis eru algjörar kannamellur sko, eins og með Assange. Og voru eitthvað svona leikjum með það sko. En það er hérna í Svíþjóð er reyndar ennþá svolítið svona það kom dómur í Svíþjóð, það er ekkert að þvinga fólk til þess að taka bóluefni. Það er bara nei, stjórnarskráin segir það má ekki gera það. Þannig að það eru nokkrir svona þræðir í sænska kerfinu sem eru mjög sterkir. Og til dæmis þegar ég var að vinna hérna í Svíþjóð sko, og reyndar í Noregi, ég er að vinna í Noregi hálfpartið sem útlendingur sko, en þegar ég vinn í Svíþjóð sem aðili með lögheimili í Svíþjóð, sem ég er að borga skattan í Svíþjóð, þá þarf ég ekkert að vera neinu félögum eða neitt slíkt sem er skylda á Íslandi. Þannig að það eru svona ákveðin grunnskilningur í Svíþjóð sem að bera gríðarlega mikla virðingu fyrir eignum og fyrir einstaklingum og eignum einstaklinga. Og maður áttar sig ekki alveg á því hvað mikið af þessu er komið til Evrópuráðsins, hvernig það fer sko. En sko þetta er bara svo djúpt í Svíunum sjálfum sko. Og þannig að ég held að Svíþjóð allavega muni skrimta áfram á þessum sænsku gildum í nokkur ár eða áratugi viðbót sko. Sér að Svíar halda einu sínum gjaldmiðli og er ennþá svolítið sjálfstæðir sko. Og en þið sjáið sko, ef þið horfið á þessi lönd sem verið að loka í ljósi efnahagsástands þjóðarsálarinnar, Ítalir eru rosalega klárir morðingjar sko, með mafíunar náttúrulega og Spánverjar sko, Spánverjar eru alveg til í að fara með heikvíslandar út á götu sko. Og Bandaríkjamenn eru náttúrulega, þú veist, í þessum þessum víruspakk lögum sem var verið að setja núna, það var fullt af eitthvað svona að taka byssur klásunum þar inni sko. Og þið veitu hvernig það fer sko. Þannig að, og núna eru Bandaríkjamenn bara bíðandi bak við hvert stein sko, bara bring it on sko. Þú veist, það verður ekki svo auðvelt að framkvæma curfew í Bandaríkjunum sko, eða fara að sopa mönnum í einhverja sóttkvíar með valdi sko, það gerist sennilega aldrei. Þannig að það má búast við borgarastyrjöldum, sérstaklega í Bandaríkjunum sko. Það er eiginlega bara hægt að bóka
blóðbað í Bandaríkjunum, borgarastyrjöld. Það næstu hægt að bóka borgarastyrjöld í syðri hluta Evrópu. Og við sjáum hvernig Bandaríkjamenn voru að reyna að komast hjá því að setja ferðabann á vini sína Breta, sko. Sem að náttúrulega eru þessar línur sem ég var að tala um. Og og svo er náttúrulega eitt sem er að gerast, að Rússar voru að setja núna olíuna bara í $30, sko. Þeir eru bara að verðleggja bandaríski olíuiðnaður fór bara á hausinn á einni nóttu eftir að Rússarnir gerðu það. Þessi fracking vitleysa í þeim og þetta er bara Rússar lögðu olíuiðnað Bandaríkjanna á hliðina bara einni nóttu, sko. Og það er bara búið, það er bara að fara á hausinn, sko. Og Sádi Arabar, sko, þeim blæðir Sádi Arabíu blæðir mjög alvarlega núna líka. Og Rússar eru bara rólega að yfirtaka olíumarkaðinn, sko. Og Kínverjar náttúrulega eru bara að yfirtaka alla framleiðslu heimsins. Hér var að berast frétt. Sko, heilbrigðisstarfsmaður störfum. Sko, ég sé núna Kári Kúkalabi, Kári Ligari, og hans pakk, sko. Það er reyndar, sko, ég veit ekki hvort þið vitið að því, muni fyrir 2-3 árum þegar Ebola átti að hafa komið til Noregs, að þá böstuðu við, ég og 2-3 aðrir svona youtuberar, við böstuðum þetta væri hoax. Og þá kom bara Ebola sjúklingur fram bara, hún var bara læknuð og halleluja, sko. Og sama þessna er Frelsi TV svona mikilvægt, að þessi boðskapur sem hefur komið fram frá mér hérna undanfarna vikur, 1-2 vikur, er sennilega að eyðileggja herferðin á Íslandi, sko. Þannig að með þessari útsendingum mínu hérna, þá tekst mér að trufla þetta, þegar þú tekur sýnir einhverjum spilagaldurinn, sko, þá er hann ónýtur, sko. Það er ekki, þú tekur mystikina úr, eða þú tekur matsíkið úr matsíkinu, sko. Að þegar ég hef búin að greina hlutina, vírusar eru hoax, þetta er bara, þá er þetta bara ónýtt, sko. Og það eru nógu margir sem hlusta á mig og fatta hvað ég er að segja, að þeir geta ekki haldið áfram með vitleysuna, sko. En það sem að veldur mér ákveðum vonbrigðum er að það er ákveðin hópur sem er að hlusta á mig, skilur hvað ég er að segja, og það er nóg til þess að brjóta broddinn af þessum glæpamönnum, sko, eða í þessum aðgerðum. En hins vegar er algjör dauði þegar kemur að því að gera eitthvað, að koma víkingaflokknum á koppinn og fara að gera eitthvað að viti, að koma mér í forsetaembætti þar sem ég fer bara að taka þessi lög úr gildi. Ég bara afturkalla undirskrift forseta og það er bara dautt, sko. Og ég er búin að vera að auglýsa núna í 2, 3 eða 4 þætti eftir einhverjum að hjálpa mér að safna undirskriftum fyrir forsetaframboð. Það er bara það er bara enginn í símanum, sko. Og ég meina, og hvað? Ætlið þið bara að láta þetta viðgangast og ætlið þið bara að kyngja Agenda 21 og hvað þegar bara þeir eru komin á hunguleikana? Og hvað þá? Ég get ekkert hjálpað ykkur þegar þeir eru komin á hunguleikana, sko. Ég get kannski komið í veg fyrir að þeir lendið þarna, en ég get ekki hjálpað ykkur þegar að það er komið, sko. Þegar lögregluríkið er búið að skella í rás. Og þá getið þið séð gömul vídeó þegar að verið var að sitja ríkislögreglustjóra embættið á fót, og það var ákveðið mannfórn bara þarna, sem ég fjallaði gríðarlega ítarlega um og lýsti þessu, hvernig smitast þessi veira. Hérna, ef að ég sit í gufubaði, segjum að við förum allir inn í gufubað, og hérna, og svo byrja ég að svitna bara, ég fyrstur að
ég bara er eitthvað að byrja að svitna hérna sko. Og svo næsti hliðin á mér, hann bara, já, heyrðu, ég líka. Og byrju, þú ert að smita mig. Þessi sviti er smit, það er svona bara. Það er allir undir sama chemtrailin. Það er sama, það er allir núna stattir í 15. mars sko. Það er allir bara stattir á sama tíma. Og það er til dæmis í Mexíkó. Ég er með gaur sem ég hlusta mikið á sem er núna í suður Mexíkó, eða í Mexíkó. Og hann er þannig bara í sólinu og hann er ekki með neina pest eða nefrensli eða neitt. Þannig að allir sem eru til dæmis á Íslandi eða í Skandinavíu, þeir fá allir nefrensli á sama tíma. Það er út af veðrinu bara, eða loftslagsbreytingunum frá vori yfir eða vetursumar, voru og haust sko. Bara þessar eðlilegu breytingar sko. Þetta hugtak að smitast er bara vitleysa. Það er bara allir í sama ástandi. Þess að þið farið einhvers á sólaströnd, þá er allir bara í sundskýlu. Er það á sundskýlu smitandi? Hvað er það? Ef það er kalt úti, þá er allir í kuldaúlpum með hettu. Er það kuldaúlpur og hettur smitandi? Af hverju er allir með þetta? Það er bara allir í kuldaúlpu. Og þegar rigning, þá er allir í stígvélum. Stígvélir hljóta bara að vera smitandi. Þannig að þetta eru bara lógiskar fallasíur byggðar á germ theory sem er theory en ekki staðreynd. Ég ætla að gera þá 4. tilraun til þess að hætta núna. En ég held að ég sé búin að taka brotin úr þessari aðgerð á Íslandi. Og þetta er alveg ónýtt hjá þeim. Aftur, ég það er nú ekki að segja það sem ég var að hugsa. En það var ekki ljótt sko. Það var bara spurning hvort að ég var að fá ekki tilboð bara fyrir að þegja. Það er alltaf. Það er eitthvað að vita að ég mun sérlega hafna því. En ég býð hérna fjölmiðlunum. Ef það vilja taka mig viðtal þá er það velkomið. Bara hafa samband og ég læt ykkur fá símanúmerið mitt. Það eru allir að veikjast eða ekki. Ég er búin að fara yfir þetta, Dökki. Annars staðar. Ég get svarað þessum spurningum. Ættu ekki allar að veikjast ef þetta er út af efnum úr chemtrailum? Akkur eru bara sumir að veikjast? En sko ef að þú dreifir þessum þungmálmum, þá eru náttúrulega þeir sem eru veikir fyrir sem veikjast fyrst. Þeir sem eru, og það er nákvæmlega sama á þeir eru að segja. Þeir eru að segja að þeir sem eru eitthvað veiki fyrir eða gamlir eða eitthvað slíkt, þeir eru náttúrulega viðkvæmist fyrir eitrunum og fleira slíku. Hvað finnst þér að fólk sé skikkað í sóttkví þegar það kemur erlendis frá? Það er spurning hvernig þetta er gert. Fullum laun. Það er nú aukaatriði. Ég meina, ef ég sendi þig í Guantanamo en þú fær fullt af launum, er það þá í lagi? Þetta eru, þegar við erum komin út í þessi fræði, þá erum við komin út í Núremberg kódan eða Núremberg fræðin. Og við erum í raun komin út í útskúfunarreglur kaþólsku kirkjunnar. Og þetta er þess ákveðin heimspeki sem að ég hef farið yfir í smáatriðum og við Guðjón fórum yfir það í djúpköfunum og Guðjón hefur farið yfir það sjálfur í smáatriðum. Að þessna eru vitleins báðir á móti aftökum eða ríki
að taki fólk að lífi. Þú getur útskúfa fólki, senda í skógagöngu eða eitthvað slíkt, en þú getur ekki drepið það. Þá ertu morðingi. Þarna ertu með aðstöðu. Þeir reyndar eru, mér heyrist að flest ríki séu að gera þetta rétt. Þeir segja, ef þú ætlar að koma inn í landið, þarf það að fara í sóttkví. En þú getur farið tilbaka með flugvélina þaðan sem þú komst. Þetta er rétt. Þetta er sem sagt, mér segja, ég get ekki sett út á þessa aðferð, að þú hefur val. Þú getur valið að fara inn í þetta land, þetta ríki, sem að, eða þú getur valið að fara heim. En það miðast við að hættan sé raunveruleg. Það er engin sönnun til fyrir þessum vírusi. Það er engin sem getur sannað að hann sé til. Sem þýðir að sá sem er að beita þessu valdi eða setja þessi skilyrði er ekki í neinum rétti til að gera slíkt. Af því að umboðið kemur, og svo fyrir utan það, þá er umboðið í þessari lýðveldisfræðum kemur frá einstaklingum eða landsmönnum. En það er ekkit þannig. Kosningakerfið er riggað, það er enga frjálsar kosningar. Það er bara skipuleg glæpasamtök sem stýra landinu. Þannig að allt sem þau gera er ólögmætt. Þótt að sé löglegt, þá er það ólögmætt. Þannig að í því samhengi eru þessar sóttkvíur allar og allt sem að valdstjórnin á Íslandi er að gera. Ég ætla ekki að tjá mig allan heiminn, það er vinnan og svona flestar eftir svipuðum línum, eru ólögmætt starfsemi og hrein skipulög glæpastarfsemi. En í heimspekilegum pælingum, ef ráðandi öfl í einhverju landsvæði, og þú getur líka tekið þetta bara niður, sko, satt bara, ok, allir Kópavogsbúar eru sammála það, það verði ekki hleypt inn á svæðin nema með sóttkví, þá gildir það. Skilur, það þarf að vera alveg örugt að það sé rétt gert, sko. Og nú ef að allir Íslendingar eru sammála með það, þá og þú getur tekið að meira sér niður bara á heimilið, sko, eða garðurinn minn, sko. Þú veist, ég á þennan garð, eða kona mín á það reyndar allt saman, og ég á konuna mína, eða þannig. Hún er svo ung, sko, kona mín er svo ung, þannig ég skrá allt á hana, þannig hún þurfi ekki að borga erfðaskatt þegar ég drefst. En hérna, þú veist, þess vegna er svo mikilvægt að þetta sé í lagi, að hlutinni séu rétt gerðir. Allt þetta sem er í gangi á Íslandi, allt sem að valdstjórnin og allir þessi ríkislögreglustjórafundir og landlæknisembættið og allt þetta er allt saman glæpafólk sem hefur ekkert lögmæti í sínu starfi. Og þannig að ég hef rétt til þess að, eða þetta réttur er blekking. Ég get alveg með réttu neita að vera í samvistum við eða samskiptum við eitthvað sem ég tel að ógni mér á einhverjum hætti. En það þýðir ekki að ég geti drepið hann, sko. Eða hent honum í kartöflugeymsluna hjá mér og læst þar. Að þar er ég alveg að gera rétt. Ekki að ég hefi réttindi, heldur ég er bara alveg að gera rétt. Það er sá sem að krefst réttinda hefur tapað sjálfum sér. Og ég hef svarað allir spurningum, ég ætla aðeins að gefa það er smá delay, sko, 10-15 sekúndur í delay. Þeir megi skjóta aftur ef þetta svaraði ekki spurningunum, annars er ég til í að fara.
hætta eigum á. Það er bara búið að vera gott rennur í kvöld og hlustunin hefur farið alveg upp úr öllu. Það er bara gott mál. Ok, það hefur ekkert komið. Ég get líka sungið fyrir ykkur. Nei, ég er alveg hræðilegur söngvari. Ég var rekinn úr kór. Bara rekinn, bara heyrðu, við viljum ekkert að þú syngir hér. Farðu, ég er mjög góður gítarleikari. Með svolítið sérstakann stílreyndar, þannig að ég get ekki spila með hverjum sem er. En já, þetta er greinilega hefur gengið eftir. Ég þakka ykkur fyrir komuna og ítreka aftur að ég þakka stuðningsöðlunum sem að eru að styrkja. Þakka fyrir það. Já, það er miklu fleira að vakna. Það er töluvert mikið. Það er gríðarlega mikil vakning og mikið streymi í áttina mér og þessum okkar sem erum ekki disinfo agents frá CIA. Og ég sé líka að það eru fleiri að kannski plugga hana bara. Það eru líka fleiri að koma fram, sko. Fleiri bara að grípa síman og tjá sig, sko. Það er mjög jákvætt líka. Þannig að já, ég deildi í dag, þá deildi ég frá einhverjum sem að var það var kristin kona sem að er að tjá sig. Það er hún gaman að því. Inga G. Halldórsdóttir heitir hún, já. Ég ætla að plugga hana aðeins. Sko, mynda mér. Það er hún Inga G. Halldórsdóttir heitir hún. Skora á ykkur að hlusta á hana. Hún er með vídeósendingar. Og hún er svolítið að byrja á Agenda 21. Þannig að það er fullt af fólki að vakna í allar áttir. Það er bara gaman. Og við sjáum hvernig þetta þróast. Og það er líka komið sístækkandi hópur. Hvernig verður endur koma Krist? Er ég ekki hann? Ekki bara ég tek það að mér að vera Kristur. Nema krossfestinguna, ég er ekki til í hana, sko. Til í allt hitt, sko. Þetta er nú fjallræða Ég bý upp á fjalli. Hvers vegna var Ítalía fyrir valinu? Það er sama ástæða á Spánn. Munið það voru miklar óeirðir að brjótast út á Spáni. Og er sama ástæðunar fyrir þessu í Kína eru margsaga. Það er ekki bara ein saga af hverju þetta gerðist í Kína.
ein kenning, það eru nokkra kenningar. Ein kenning að þetta hafi verið sviðsett til þess að þagga niður í mótmælendum. Og ég hef ekki heyrt neitt vesen í Hong Kong frá því þetta var gert. Og Wuhan hérað var svona í mestum var Vínabær, Kópavogs og var svona í mestu vestrænum samskiptum. Og það hafa gengið sögur að því að Wuhan hafi verið komið alveg bara á byltingabarminn, sko. Og og í Noregi hefur verið mikil social unrest undanfarið, þú veist, menn hafa verið að saga niður þessar vegatolla græjur, bara mæta með sög og saga niður drasl, það er gríðarlega óánægju þrýstingur í Noregi, búið að loka þar líka. Í Danmörku er gríðarlegur þrýstingur með óánægju og mjög mikið af Dönum sem eru búin að sjá í gegnum eins og Nielsen og fleiri sem Niels með 911 greininguna, að allstaðar í löndum það sem að springa út bara valdstjórnin að missa tökin endanlega, þar löndunum lokað, þar með Bandaríkin. Eins og ég alltaf sagt, veggurinn hans Trump snýst að girða fólk inni, ekki úti. Og og sko Grikkir eru svona meira melló heldur en Ítalir, sko. Ítalir munu ekki neitt kyngja því að sé farið með þá eins og Grikki, sko. Og það sé bara allt yfirtekið í landinu og þeir munu bara mæta með vélbyssur, sko. Og þið sjáu til dæmis Austurríki hefur ekkert verið lokað, Holland ekkert lokað, Þýskaland, það fullt af löndum sem ekkert lokað, og Pólland hefur líka verið ákveðin þrýstingur þar, sko. Úkraína, það ekkert lokað í Úkraínu. Þannig að Ítalía bara einfaldlega lokað í þessum löndum, af því að valdstjórnin bara að missa stjórnina og næsta mál á dagskrá bara að slátra valdstjórninni, sko. Þannig að þetta eru örþrifaráð valdstjórnarinnar til þess að reyna að ná eitthvað skona stjórn á dæminu, en það búið, sko. Það verður ekkert meiri stjórn, sko. Og ég meina líka bara horfið á atburðarásina, Trump einhverjum viðskiptasamningar við Kína, með einhverja stæla við Kínverja og Kínverja segja bara, heyrðu, ertu ekki til að borga þá bara skuldina þínir? Veistu sem þið skuldið okkur? Og þá bara skrifað undir einhverjum viðskiptasamningi, einhver fússi og bara, og svo byrjaði eitthvað bara, já, Kína bara, ef við notum símakerfi frá þeim þá eru þeir bara njósna og byrja bara blaðra alls konar vitleysu Kína, sko. Svo kemur þetta upp og Kínverjar segja að þetta var bara eiturvopnaárás frá Bandaríkjamönnum, sérstaklega og Vesturveldunum. Og eftir það þá bara þvílíkur áróður í fjölmiðlum og bara nú bara framleiðum við allt inn í Bandaríkjunum, sko. En það alltaf sjálfsögðu, þeir að segja það. Ég meina, Kínverjar bara að segja, við ætlum ekki að lána ykkur neitt meira. Bara fuck you, sko. Þið eru bara aumingjar. Við bara seljum Rússum eða Indverjum eða Bríkríkjunum sem eiga peninga. Rússar eiga gull, sko, bara eins og engis í morgundagurinn, sko. Og þeir eru að lækka verð á olíu og finna ekki fyrir því, sko. Bandaríkjamenn eiga ekkert nema að dauða, sko. Eina sem þeir hafa gert og byggt upp dauði, stríð og dauði og konfliktar og þeir eru bara fávitar. Það verður bara að segjast eins og og svo þjóð bara uppsker eins og hún hefur sáð. Og ég stundi velti fyrir mér, hvert ef við þurfum að flýja eitthvað, sko, hvert myndum við flýja? Ég myndi flýja bara beinustu leið til Rússlands. Það var eina ástæðan fyrir að við staðsettum okkur hérna, við erum ekki það langt frá Rússlandi, sko. Getur vel verið að við förum þangað bara á nóttina. Og þannig að það þetta
heimsveldið sem er að hrynja sko. Og þar sem að menn eru algjörlega voru búin að missa stjórn sko. Og svo kemur náttúrulega þetta gjaldþrot 200.000 sinnum stærra heldur en 2008 sko. Ég meina þessar atburðarásir segja allt sem segja þarf. Þið þurfa ekki einu sinni mig til þess að hjálpa ykkur til að skilja þetta. En þetta mun skýrast mjög á næstu dögum og ekki það ég sé að þykast vera einhver kall til þess að ráðleggja ykkur eitthvað sko. Já, 5G, já sko með því það er komin svo skemmtilega hlustendur, ég er að fá hérna alveg mega góðar spurningar sko. Það er komin svolítið grúpa hérna sem er alveg bara sumir eru meira þess að flinkar en ég. Nei. Já, svona má deilum það. En sko 5G, það sem gerist með 5G er að Bandaríkjamenn missa njósnastöðu sína í heiminum. Þegar þeir eru búin að vera svolítið óþekktar angar sko. Og það sem að gerist krypto-AG það sem að gerist er til dæmis krypto-AG. Krypto-AG er svona svissneskt fyrirtæki sem er heimastöðar World Health Organization til dæmis. Gefum okkur smá hinti. Að þeir unnu með CIA og leyniþjónustu Þýskalands. Og þeir voru að selja þjóðum kryptotækni. Þetta er fyrirtæki sem byggðist upp frá krypto í seinni heimsstyrjöldinni. Og þeir voru sem sagt að selja svona kryptotækni til alls konar landa. Síðan kemur ljós að þeir voru bara að njósna alla sem að þeir seldu kryptóð í. Og það sem er eftirtektavert við þessa sögu og við kryptó eru þeir sem að keyptu ekki tæknina. Það eru eiginlega flest lönd í heimi keyptu tæknina. En svo eru nokkur lönd sem að keyptu ekki. Og compromised machines. Og talandi traust sko, þetta traust sem er líka að deyja, það treystir enginn Bandaríkjamönnum lengur fyrir einu en einu. Þetta er bara síljúgandi svikarapar sko. Það er líka það sem er að gerast. Þeir eru búin að tapa allir trausti sko. Og já. Já, það var sem sagt Íran og einhverja, ég finna ekki henni fljótu. En það voru nokkrar þjóðir sem að keyptu ekki þetta kryptó sko. Og það eru mörg af þessum ríkin sem eru vestu óvinir Bandaríkjamanna eða Axis of Evil eða hvað ég vilja kalla það. Íran var eitt af þessum löndum sem að bara, við kaupum ekki, við sjáum nú í gegnum þetta hjá okkur. Persarnir, þeir láta ekki fara illa með sig sko. Þannig það er Babilturnin sem er reyna, er traustturnin, það treystir enginn þessum fávitur lengur. Og 5G er 37% af patentum sem tengjast 5G tækninni eru kínversk. Það eru kínversk fyrirtæki sem eiga þessi patent. Og þið hefðu nú heyrt kanamellunar okkar meira segja væla yfir því hvað Kínverjar eru að stela öllu steini lettara. Sko CIA hefur stólið öllu steini lettara í bara frá fæðingu sko. Og til dæmis Microsoft og Bill Gates eru CIA. Bill Gates vinnur hjá CIA sko. Og þeir sem að stofnuðu Google og þetta er allt saman CIA stofnað og rekið
Zuckerberger og þetta liður allt saman CIA starfsmenn. Og þetta lið bara búið að tapa öllu trausti. Eru andlega, hugmyndafræðilega og fjárhagslega gjaldþrota. Það bara búið spil. Og nú þetta eiginlega bara orðin spurning hvað ná að taka marga með sér í fallinu. Þetta er Bonnie og Clyde. Ekki Bonnie og Clyde. Þannig að, já, það Bonnie and Clyde. Það svolítið þannig, sko. Það bara, þetta hinn ameríska saga og líka þjóðarinnar. Það sem að bíður amerísku þjóðinnar bara einhver svona málalok, sko. Og vonandi verður það nú ekki svona, sko. En það verður náttúrulega stöða þessa brjálæðinga, sko. Það ekki að láta þetta ganga svona. Og það sem sagt. Það sem að gerast í grundvallaratriðum. 5G bara eitt annað dæmið það. Það sem að Kínverjar eru gjörsamlega búin að taka fram úr Bandaríkjamönnum tæknilega. Rússar eru að yfirtaka olíu sölu eða framleiðslu í heiminum. Og Swift-kerfið mun ekki nota einokunar lengur. BRIC þeir eru búin að starta Swift-kerfi. Og ég þetta mjög hlynntur því að það verði 2. Ég hef það mjög á tilfinninguna að það verði 2 greiðslukerfi. Það verði Swift og það verði BRIC og það bara mjög jákvætt, sko. Það eru, sko, það er ákveðin hópur af fólki í valdstjórnunum sem að munu enda í Bonnie and Clyde ferlinum, sko. Það eins og Clinton og Bush og Stoltenberg, Rockefeller fjölskyldan og þetta lið allt saman í og fleiri, allt þetta lið sem ég var að sýna ykkur áðan á Event 201. Þetta lið í svolítlum Bonnie and Clyde ferli, sko. Og hvernig þau fara út ekki alveg ljóst, sko. Og þessi Bonnie og Clyde sem verður að taka út núna og það spurning, sko, hvað mikið NATO sem sagt hvernig ég meina Ítalir og Spánverjar hvernig þetta getur allt saman bara farið í smáeininga allt í bál og brand, sko. Það getur verið að Ítalir bara ráðist á Þýskaland eða eitthvað, bara eitthvað. Þess vegna veldur það líka náttúrulega miklum áhyggjum að þessi 30.000 manna her frá Bandaríkjunum, sko, líka síðan bara her Bandaríkjanna hefur 5G slæm áhrif á okkur, já, það bara pröfa að setja hendina á þeir í örbylgju, það ekki gera það, sko, það bara sömu vísindi, sko. Það alveg ljóst og hins vegar ég var að tala við son minn þetta, hann að mörgu leyti miklu klárari en ég, mjög klár strákur að sko lægri tíðni eins og með bassan, þú veist, þú ert í hljómsveit og spilar á bassan, hann í lægri tíðni og ef þú labbar á svona ballhúsi, sko, eða samkomu þar sem verður að spila á tónlist, þá heyrir þú fyrst í bassanum, sko, því hann búm, 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 hann fer lengst, sko, og síðan þegar þú kemur nær eða inn, þá fer að heyra upp
tíðnistigan sko, fyrir að heyra diskantinn og eitthvað fleira slíkt. Þannig að 3G og 4G og 5G, nei, 2G, 3G eða neðar hann í bylgjunum, hann nær miklu lengra, þess vegna langbylgjan. Sem þýðir í raun að þú getur ekkert komið þér frá henni. Ef að lágbylgja í sendingu þá nær hún yfir miklu meira svæði og það miklu erfiðar að fara frá henni sko. En hins vegar 5G er svo mikill diskant sko, að þú þarft ekki að fara mjög langt til þess að fara alveg úr áhrifum 5G sko. Þannig að fullir það bara 5G sé bara djöfullin og hitt sé allt saman beauty sko, það ekki alveg rétt sko. Og hins vegar það ljóst að það eru ákveðnar kenningar að 5G-möstrin séu hluti af hernaðartækni, sérstaklega hannu frá Ísrael eða þessum sæhjónista kapal sko, og að það sé hugsanlega hægt að stilla bylgjurnar á, þú getur nefnist tekið bara eitthvað svæði og stillt bylgjurnar skaðlegar sko. Og mér skilst að með því cirka 60 MHz þá getur fundið bylgju sem að truflar elektrónur í súrefni. Og ég ekki að segja að þetta sé svona, ég bara þetta sem ég heyrt. Og endilega rannsaki og staðfastið afsannið. Ég hef heyrt að ákveðin tíðni þannig kringum 60 MHz trufli aðra elektrónuna í súrefnismólekúlum eða í súrefni, sem þýðir það að þú nærð ekki að taka upp súrefni þegar þú andar sko. Og eða súrefni breytir eðli súrefnis þannig að þú nærð ekki að anda. Og það til dæmis talin skýringin á því að muni Kína fólk datt bara á andliti sko, steindautt. Að ég hef heyrt þær kenningar og þið takið eftir á Íslandi var enginn dotti bara á andliti steindauður eða í Danmörku eða Spáni eða neinstaðar nema þarna í Wuhan. Og það eru hugsanlega sko, það alltaf þegar að sko röksemdina fara í kross sko, þá setja ég alltaf spurningamerki, okkur sagt sko Kína svo lokað land að það kemst ekkert út. Það eru bara með lokað internet og kontrólar allt. En á sama tíma kom bara alveg þvílík vídeo af öllu sem var að gera. Þetta lögregluaðgerðum bara allt, bara vídeo bara streymdu yfir okkur frá Kína. Það sem allt var ekki lokað, það lokað ekki lokað, hvað í gangi? Og alltaf þegar svona þá það leyniþjónusturnar sem að vinna. Og þannig að þegar maður í þannig áróðurs stormi þá fer maður að bara hugsa hvað mögulegt? Mögulegt að elda matinn í örbylgjuofni? Já, ég hef pröfað popcorn sérstaklega. Ekki það, hér á þessu heimili ekki örbylgjuofnar einu sinni. Að sko, það bara hægt að tékka á því í bylgjufræðinni að með þessum tíðni sviðum sem eru í 5G þá getur þú skaðað líf. En hins vegar það líka í bylgjufræðinni, ef það 5G þá getur þú bara fært eða eins og hún næri ekki eins langt út sko. Þannig að og líka þetta mjög erfitt að beita þessu vopni núna því það vita þetta allir. Leið og detta niður 15 manns steindauðir í miðbæ Reykjavíkur, það fyrsta sem menn fara að mæla út loftnetin sko. Þannig að það svolítið erfitt að nota þetta vopn þegar þess vegna svo mikilvægt að hafa rás eins og Frelsi TV. Að ef detta niður 15 manns steindauðir í miðbæ Reykjavíkur þá ég strax komin í málið sko. Og þannig að þetta ekki alveg svona einfalt sko. Reyndar eru crowd control bylgjunar sem eru notaðar, þær eru í kringum þessi 60 MHz sko. Og ég veit ekki hvort munið eftir, það eitt bylgjufyrirbyrðið, það sem á svona verslanir eða sjoppur á að nota. Það sem kannski unglingar safnast fyrir utan, þá sita þær upp svona hátíðni græju
sem að úlingar heyra bara, þeir þola ekki en gammalt fólk heyrir ekki neitt sko, eða eldra fólk. Þannig að það er heilmikið til þekkt í bylgjufræðinni og það sem að menn hafa sett spurningar við eins og með bylgjuna sem er stillt inn á í símanum þekkt skaðleg bylgja. Menn hafa spurt akkur það er fullt af öðrum bylgjusviðum sem hægt að nota, akkur veljiði bylgjuna sem við vitum að skaðar manneskur. Og þá ertu komin út í depopulation markmiðin og allt það sko. Og það er þetta humanista kabaldrasl sem ég er alltaf að reyna að taka völdin frá sko. En þið virðist ekkert vera sammála því. Góliminn mín, litlu rollunda mínar. Þið viljið bara hafa þetta leið áfram. Þið viljið ekki hjálpa víkingaflóknum eða vera víkingar í flóknum. Þið viljið ekki hjálpa mér að safna undirskriftum. Og og það bara breytist ekkert sko. Það er svo Trump sagði sko. Ég meina að þeir eru alveg keksruglaðir þessi vinstrimenn en þeir kunna að halda saman og vinna og syngja Kumbaya, þeir kunna það og það er alveg rétt hjá hann. Þannig að við kunnum ekkert svoleiðis. Ég meina ég fer ekkert einn í framboð með flokk sko, ég hljóti að skilja það og ég fer ekkert einn í forsetaframboð bara að sí svona. Ég meina þið fáið bara Guðna og Sæjónistan hann Guðmund Franklín sko. Ég meina vil ég ekki fá mig frekar heldur en Guðmund Franklín sem er bara starfsmaður hjá CIA. Ég meina ég veit það ekki. Kannski þið bara ánægð með ástandið eins og það er. En ég held að þetta hafi útskýrt 5G. En það er þrennt sem þið þurfa að skilja. Bara þrennt. Það er næring, eitur og rafsegulbylgjur. Og það gildir með Wi-Fi og allt rastlið í kringum ykkur. Ef þið skiljið þetta þrennt, þá getið þið nánast skilið allt sem er í gangi. Og svo þurfum við náttúrulega að skilja efnahagskerfið og Creature from Jekyll Island og þið sem sagt þurfið að fara í Frelsi TV í háskólan sem að ég er með 2 doktorsgráður frá. Önnur er í þjóðfélagsverkfræði og hin er í samsærisfræðum. Þannig að þegar þið talið við mig ég leið að segja Doktor Axel Pétur, góðan daginn. Frostið þarf að segja það næst þegar þeir ringi mig. Kúkalabanir. Nú kalla ég bara kúkalabana. Meni, þeir eru alltaf á klóstinu, alltaf að kúka. Það er svona drullu reglulega. Þeir hljóta nú að ég á klósipapir fyrir þá, ef þið vilja. Geta komið hérna til mín og kúka hjá okkur. Við hefum nú klósipapir fyrir harmagrætunar, kúkalaban í harmagrætun. En þið megin náttúrulega plugga mig í alls konar viðtöl, sko. Það er eflaust fullt af fjölmellum sem vilja heyra í mér. Og ég er alveg til í að stýra landinu frá þessum ósköpum, sko. Og og gera það sem þarf að gera. Ég meni, ég fann greiðsluverkfallið upp á sínum tíma, þannig að ég kann alls konar trikk til þess að takast á þetta. En það verðist engin áhuga að vera fyrir því. Hvernig sem það er.